tekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon. Herra forseti, það er dapurlegt, það er í raun og veru þyngra en tárum taki að til þeirra hluta skuli nú þurfa að koma sem raun ber vitni. Þetta hefði að sjálfsögðu aldrei átt að fara svona og þetta þurfti aldrei að fara svona. En við stöndum frammi fyrir neyðarkostum og það er ekkert annað að gera en að lágmarka skaðann. Lágmarka skaðann fyrir almenning, lágmarka skaðann fyrir íslenska þjóðarhagsmuni og lágmarka skaðann fyrir framtíðina, fyrir börnin okkar og barnabörnin og komandi kynslóðir, þannig að þær beri sem minnstan skaða af því, af þeirri ráðsmennsku sem að við núlifandi kynslóð ráðamanna og viðskiptalífs berum ábyrgð á. Ég gæti sagt hér margt vinnubrögð. Ég gæti sagt hér margt seinagang. Ég gæti sagt hér margt tilgangslausa kaffidrykkju yfir einskisverðum hlutum borið saman við það sem nú er í húfi. Ég gæti sagt margt andvaraleysi. En það þjónar litlum tilgangi nú. Gagnvart þeim víðtæku heimildum, því neyðarvaldi sem menn ætla nú hér að taka sér með lögum til þess að skipa fyrir hluti í fjármálakerfinu, þá segi ég hins vegar, og það skal vera alveg skýrt, hér verða margir að axla ábyrgð og sæta ábyrgð, viðskiptalegri og siðferðilegri ábyrgð, lagalegri ábyrgð og pólitískri ábyrgð, og eftirlitsaðilar eru hér ekki undan skildir. Það munu margir verða fyrir miklum skakkaföllum, það er óumflýjanlegt. Og þá skulum við líka fara ofan í saumana á því. Eru aðrir og hafa aðrir á sama tíma verið að hirða burtu mikla fjármuni og koma þeim jafnvel fyrir á fjarlægum eyjum? Getum við náð til þeirra? Eigum við ekki að reyna það? Er það ekki sanngjarnt? Jú. Við eigum að gera allt sem við getum til þess að tjón almennings verði sem minnst og hinir sem ábyrgðina bera verði að sæta henni. Það eru ýmis atriði í þessu frumvarpi að sjálfsögðu sem að þurfa skýringa við, því það hefur verið samið í miklu hasti og það mun verða gert í nefnd eftir því sem nokkur kostur er. Ég vil segja eitt tiltekið efnisatriði frumvarpsins sem varðar heimildir Íbúðalánasjóðs til að endurfjármagna lán almennings með veði í íbúðarhúsnæði sem veitt hefur verið af viðskiptabönkum og sparisjóðum, að það atriði liggur nú þegar fyrir þessu þingi í frumvarpi fluttu af þingflokki Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Þannig að sjálfsögðu styðjum við það að Íbúðalánasjóður fái þessar heimildir. Og ég segi nú enn, mikið óskaplega mega menn nú vera þakklátir fyrir að eiga Íbúðalánasjóð, að hann er til staðar og getur núna tekist á við vandann með okkur. Og hvað segja spekingarnir sem vildu hann nú feigan sem ólmast hér á undanförnum misserum? Hugur manns á þessum tíma er auðvitað fyrst og fremst hjá þjóðinni. En ég verð að segja að hugur minn er líka hjá mörgum almennum starfsmönnum í þeim fyrirtækjum sem hér eiga í hlut, sem hafa unnið af trúmennsku og samviskusemi sín störf. Og það ber líka að hafa í huga að við berum ábyrgð gagnvart þeim eins og auðvitað öllum öðrum sem saklausir eru verða fórnarlömb þessara óskapa. Nú er það svo, herra forseti, að stjórnarandstaðan hefur boðið fram útrétta hönd undanfarna sólarhringa, boðið fram aðstoð sína og í raun setið og beðið. Ríkisstjórnin hefur valið að reyna að gera þetta hjálparlaust, þangað til þá í morgun að við áttum ágætan fund með forystumönnum ríkisstjórnarinnar og aftur eftir hádegið með sömu mönnum og seðlabankastjóra og forstöðumanni fjármálaeftirlits. Þetta voru eftirminnilegir fundir sem örugglega verða og þar voru loksins spilin lögð á borðið og menn horfðust þá loksins í augu við hlutina eins og þeir eru.
en voru því miður að mestu leyti fyrirsjáanlegir að mínu mati miðja síðustu viku. Í ljósi þessa auðvitað skýrt að það ríkisstjórnin sem hefur stýrt hér verkum og ber hina pólitísku ábyrgð, og þau samskipti sem hún hefur átt við okkur jafngilda að sjálfsögðu ekki því að við séum gengin undir hana með ábyrgð á þessu máli. Við munum skoða það og okkar afstaða birtast þegar máli kemur hér til atkvæðagreiðslu. Það eru gríðarleg verkefni framundan, því hér erum við ekki að ljúka verki heldur þá að hefja það. Það verða gríðarleg verkefni framundan að vinna landið upp úr öldudalnum og að vinna úr þessum málum, og það mun skipta miklu hvernig mönnum tekst til í þeim efnum. Ég vil láta það koma hér fram strax og beini þeirri áskorun til ríkisstjórnar og stjórnvalda að það verði settur tafarlaust af stað viðbúnaður til þess að aðstoða almenning, til þess að aðstoða þá sem eiga mikil tíðindi í vændum í tengslu við þetta mál, svona með svipuðum hætti og við gerðum daginn þegar jarðskjálftinn reið yfir Suðurland. Ég held að það eigi á næstu klukkutímum, að minnsta kosti sólarhringum, að opna miðstöðvar þangað sem fólk getur leitað og fengið úrlausn, fengið upplýsingar, fengið svör og fengið ráðgjöf. Og þetta þarf að gera strax og fumlaust, og slík þjónusta þarf að vera til reiðu út allt land. Í raun má líkja þessu við efnahagslegar náttúruhamfarir, nema þessar eru að vísu af mannavöldum. Fleira ætla ég ekki á þessu stigi að segja. Málið mun fara til nefndar og fá þar skoðun eftir því sem nokkur kostur við þessar erfiðu aðstæður. Við munum ekki leggja stein í götu þess að það fái hér skjóta afgreiðslu, enda ekki annað að ræða, það ekki annað í boði. Máls tekur hæstvirtur viðskiptaráðherra Björgvin G. Sigurðsson. Virðulegi forseti, það mun engum okkar sem að höfum nú staðið í ati miklu og ólýsanlegu síðustu sólarhringana sleitulaust nokkuð tíman frekar en öðrum Íslendingum sem að eru nú að heyra fréttirnar líða og minni þeir dagar sem að sólarhringar sem að baki eru, svo staða sem núna upp komin og varð ekki að lokum ljós fyrir en þegar líða tók á daginn í gær. Og það dylst engum að staðan afskaplega þung og hefur verið að þyngjast, og við erum að afla heimilda hérna til að bregðast við ef að staðan verður ennþá þyngri. Ég vil eins og að segja það skýrt að ég er sannfærður það á þessari stundu að þessar heimildir mun ekki þurfa að nota í öllum tilvikum, og ég hef góðar ástæður til að ætla það á þessari stundu að sumir bankan okkar munu rífa sig í gegnum storminn. Það er lykilatriði að þetta liggi skýrt fyrir. En við erum að horfa núna á fordæmislausar efnahagslegar hamfarir ríða yfir heimsbyggðina og áður voru notaðar hér í umræðu síðustu vikna samlíkingar við heimskreppuna miklu 1929 og 1930, og nú eru menn farnir að leita ennþá aftur þegar að horft til þess fordæmislitla gjörningaveður sem að núna geisar yfir fjármálastofnanir og fjármálakerfi heimsins og fellir nú banka tugum saman allan heim. Og þessir atburðir á alþjóðamörkuðum hafa leitt okkur inn á þennan örlagadag sem við lifum hérna núna Íslendingar. Og þegar við stöndum frammi fyrir því sem við höfum lengi vitað, að hlutfallsvandi á milli banka og samfélags getur skapað aðstæður sem að núna uppkomið, þó að enginn maður hafi haft hugmyndaflug til að ímynda sér það að aðstæður yrðu svo alvarlega sem að núna eru. Laust fé þurrkast upp, vantraust á mörkuðum algjört, og það var allt gert helgina til að leita leiða, og það meina ég allt, til að finna leiðir til þess að bankarnir, þeir sem að vestmönnu standa, komið sér út úr þessum aðstæðum. En við getum ekki telt þjóðinni sjálfur í tvísýnu í þeim aðgerðum. Það liggur bara þannig fyrir. Það þekkja allir að við búum við takmarkaðan forða, við erum lítil og fámenn þjóð og við getum ekki þegar á reynir telt á tæpasta vað með þá hagsmuni og þá peninga almennings. Staða fjármálakerfisins þessi, lánalínur lokast
og lindir fjármagns þorna upp og núna verðum við að vinna úr þessari stöðu og á þessu augnabliki núna sem við stöndum hérna í þinginu og samþykkjum og vinnum að þessum neyðarlögum sem hérna eru samþykkt, þessum róttækari lögum heldur en að þingið hefur nokkuð tíma líklega áður fjallað og farið með í gegn, erum við leið að sjálfsögðu að hefja upphaf af endurreisnarstarfi og endurreisn okkar fjármálakerfis. Hérna erum að ræða mjög víðtækar valdheimildir til að endurskipuleggja fjármálakerfið og fyrst og fremst, ef aðstæður verða alvarlegri, að koma í veg fyrir það að bankarnir loki, greiðslukerfið frjósi eða hrynji og verði ekki virt. Meginmarkmið aðgerðanna hér í dag og í kvöld er að kvöldið og nóttin nýtist til þess að fjármálaeftirlitið fái þessar heimildir og tryggi það að ef að vandi þeirra vestöddu er sá sem að talið er, geti komið í veg fyrir það að bankar verði lokaður á morgun og greiðslukerfin okkar frjósi. Félagsmálaráðherra hefur nú þegar sett af stað vinnu við samræmda þjónustumiðstöð ráðgjöf og velferðarþjónustu fyrir þá sem að verst fara út úr þeim ósköpum sem núna yfir okkur ganga og fyrir þá sem að horfa framan í mestu erfiðleikana þrátt fyrir þær aðgerðir sem að stjórnvöld grípa til. Meginmarkmið í frumvarpinu fyrir utan hinnar víðtæku og yfirgripsmiklu heimildi fjármálaeftirlitsins til að grípa inn í starfsemi fjármálafyrirtækja eru þær að tryggja hagsmuni íslensks almennings, tryggja almannahagsmuni og fjármálaleg stöðugleika, tryggja hann og endurreisa og megininntakinu í þessu eru sérstaklega þau að við höfum lýst því yfir fortakslaust að allar innistæður í íslenskum bönkum á Íslandi eru tryggðar að fullu og án hámarks. Það þarf enginn að óttast sínar innistæður. Það er algjörlega á hreinu, því hefur margoft verið lýst yfir og hæstvirtur forsætisráðherra rakti það enn og aftur afdráttarlaust í ávarpi sínu hér í kvöld. Þá er hérna lagt til að innistæður verði forgangskröfur við gjaldþrotaskipti sem er mjög mikilvægt ákvæði, en síðast en ekki síst það sem snýr að fólkinu í landinu og þeim þúsundum sem að núna hugsa hvað verður stóru lánin okkar, hvað verður íbúðalánin mín við bankann sem ég tók á síðustu misserum í þeim bönkum sem að hugsanlega kunna lendi í þessu þroti. Og þess vegna var svo gríðarlega mikilvægt að hér er lagt til að lögfest verði heimild til íbúðalánasjóðs til að yfirtaka húsnæðislán í öllum íslenskum fjármálastofnunum. Þetta er gríðarlega mikilvægt ákvæði, auk þess að vernda innistæðu sparifjáreigenda takmarkalaust að fullu, er þetta ákvæði að íbúðalánasjóður fái heimild til að yfirtaka og kaupa öll íslensk fasteignalán í öllum fjármálafyrirtækjum á landinu. Ef að svo fer sem að hugsanlega geti farið og við horfum inn í að sömu leyti, þá geti svo staða og þá geti það gert og orðið svo vegna þessar heimilda að íbúðalánasjóður fólksins eignist íbúðarlánin og þannig tryggjum við ýtrustu hagsmuni almennings með þessum ákvæðum sérstaklega. Ýmsu er að sjálfsögðu ósvarað fyrir almenningi eins og hvað varðar innistæðutryggingar. Margir spurðu sig í dag eftir flugufréttir að innistæður til dæmis barna undir 18 ára aldri sem var ekki orðið lögráð og var ekki tryggðar. Svarið við því afdráttarlaust já. Þær innistæður eru tryggðar, allar innistæður á kennitölu eru tryggðar. Séreignarsparnaðurinn er tryggður og svo mætti lengi áfram telja. Þjónustumiðstöðurnar sem að hæstvirtur félagsmálaráðherra hefur nú sett af stað undirbúningsvinnu við að verði opnaðar til að veita fólki liðsinni og áfallahjálp, þeim sem að munu verða fyrir mestu áföllunum munu hafa þessar upplýsingar allar á takteinum þegar á reynir. Af því auðvitað er þetta áfall fyrir okkur öll og það eina sem við getum gert á þessari stundu er að lágmarka skaðan eins og kostur er, tryggja það að hagsmunir fólksins, almannahagsmunir, séu varðir og verndaðir í hvívetna og til þess höfum við ýmis ráð og þau ráð er að finna hér í þessum bandormi sem hæstvirtur forsætisráðherra mælti fyrir og unnið hefur verið að núna bókstaflega myrkrana á milli. Auðvitað verða áhrifin af því áfalli mikil og langvarandi en við getum gert gríðarlega margt til að koma í veg fyrir að áföllin verði meiri og alvarlegri fyrir fólkið í landinu. Við getum búið svo hnúta í samstilltu átaki okkar allra að verja hagsmuni fólksins og koma í veg fyrir að þorri
landsmanna lendi í erfiðleikum þegar til lengri tími er horft. Auðvitað verða þetta erfiðir dagar ef að til þess kemur að greiðslukerfi virkuð ekki og svo framvegis, en við þurfum öll að halda ró okkar, sýna yfirvegun og stillingu á meðan þingið að ljúka þessum frumvarpsdrögum sem hér liggja fyrir, á meðan við erum að greiða úr flækjunum, á meðan að ástandið er að birtast og taka á sig mynd og við erum að sjá í gegnum þá þoku sem að hér hefur umlukið fjármálakerfi okkar Íslendinga, eins og fjármálakerfi allrar heimsbyggðarinnar á síðustu dögum, vikum og mánuðum, og það gjörningaveður sem ég nefndi hérna áðan að hefði gengið yfir fjármálakerfi heimsins hefur ekkert gert annað heldur en að ágerast og hefur orðið að þeim fellibyl sem nú fer í gegnum fjármálakerfi heimsins og hefur orðið þess valdandi að fjöldi banka allan heim hefur lent í þessu þroti. Munurinn á okkar stöðu og sumra landa sem hafa lent í þessu fyrr og sumuleyti harðar heldur en við á fyrri stigum er að þessar víðtæku heimildir hafa verið til staðar. Við þurftum að koma okkur upp þessum heimildum núna þegar þessar aðstæður sköpuðust, og við verðum að gera það allra besta úr því til að tryggja að allt gangi sinn vanagang í íslensku þjóðfélagi strax í fyrramálið, þrátt fyrir það áfall sem að hæstvirtur forsætisráðherra hefur sagt frá að dynji yfir fjármálakerfið. Við verðum að sýna æðruleysi og ró gagnvart þessum alvarlegu ástæðum, vinna úr því og gera það allra besta úr þeim. Það getum við svo sannarlega gert. Þetta er ekki svartnætti þó að staðan sé alvarleg. Við munum vinna okkur í gegnum þetta og þar liggur það frumvarp hér með innistæðutryggingum, heimildum til íbúðalánasjóðs til að kaupa fasteignaskuldir í öllum íslensku fjármálafyrirtækjum algjörlega til grundvallar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðni Ágústsson. Hæstvirtur forseti, ég vil nú byrja ræðu mín á því að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir ávarp til þjóðarinnar rétt áðan, hógvært og látlaust ávarp sem auðvitað gat ekki sagt fyrir allt sem framundan er en boðaði þó erfiðleika, og við þær aðstæður auðvitað mjög mikilvægt að allir menn haldi ró sinni og stillingu. Og ég vil hér í upphafi segja að við framsóknarmenn erum þeirrar skoðunar að nú sé mjög mikilvægt að allt það fólk sem að líður kvalir og býr við óvissu við þessar aðstæður, að það eigi aðgang og fái upplýsingar, það ekki bara hér innanlands. Við höfum mikið af ungu fólki sem er í námi erlendis, Íslendingum sem búa erlendis og hafa áhyggjur af þjóðsinni, Íslendingum sem eru á ferðalögum. Þannig að það er mjög mikilvægt að skapa ró og vissu og greiða úr þeim vandamálum sem kunna að koma upp á næstu dögum í þeim erfiðleikum sem að nú er við að glíma. Mér er það alveg ljóst okkur framsóknarmönnum að hér eru menn að leggja af stað í dag til þess að öll þau tæki og tól verði í þeim björgunarbát sem nú er mikilvægt að setja á flot. Björgunarbát til þess að bjarga þjóðarskútu Íslands út úr þeim brimgarði sem hún er komin í. Við skulum líka gera okkur grein fyrir því að þetta eru annars konar hamfarir en yfir okkur hafa gengið fyrr eða síðar. Gamla fólkið man eftir peningakreppu og áfalli í kringum peninga. Unga fólkið man það ekki og hefur ekki þekkt það fyrr í sínu lífi, en það er algjörlega ljóst að það hefur engin maður farist í þessum hamförum. Það er ekkert slíkt á ferðinni eins og stundum hefur verið þegar það hefur orðið ávarpað þjóðina við mjög erfiðar náttúruhamfarir. Þannig að við búum við þá gæfum að vera rík þjóð með mikilvægar auðlindir. Við þurfum að eignast einn þjóðarvilja, eina þjóðarsál við þessar aðstæður til þess að við getum á sem skemmstum tíma, á sem allra skemmstum tíma náð á ný byri í þau segl sem að við höfum öll tækifæri til. Við eigum dýrmætar auðlindir Íslendingar sem hafa gefið okkur mikið í gegnum áratugina. Við eigum lífbeltin 2,
hafið og landið og við höfum sótt mikinn auð í þessar auðlindir og við höfum vakið athygli á því á síðustu vikum og mánuðum framsóknarmenn að þar bíða okkar mikil og ný tækifæri. Við eigum hafið, við getum aukið þorskveiðikvótann, við getum hraðað þeim stóru verkefnum sem nú eru í undirbúningi hafa verið í mörg ár á Bakka við Húsavík og í Helguvík. Þannig að við eigum hér að geta aflað mikils. Skammtímavandinn er hins vegar stór. Og ég geri kröfu til þess sem formaður Framsóknarflokksins og við höfum rætt af framsóknarmenn í dag að nú verða allir að sýna ábyrgð. Líka þeir sem voru offarar á vegferð heimsins á síðustu mánuðum og misserum. Þeir verða að koma til samstarfs við ríkisstjórnina til þess að vinna sig út úr þessum vanda. Það verða allir að leggjast á eitt. Það eru margir að tapa miklu, en það stendur til að þessi björgunarbátur sem hér er verið að búa til, að hann verji þá hagsmuni sem dýrmætastir eru, spari fé fólksins, að menn geti farið í þær mikilvægu aðgerðir að fólk haldi eignum sínum og íbúðum og svo framvegis. Við leggjum megin áherslu á það. Það er stóra verkefnið í þeirri aðgerð sem nú er framundan að bjarga því sem bjargað verður. Ég get samt ekki hér við þessar aðstæður annað en að rifja það upp að við framsóknarmenn höfum varað við þessum vanda. Við höfum í rauninni gagnrýnt þessa ríkisstjórn frá því hún hóf störf fyrir það aðgerðarleysi, fyrir það andvaraleysi sem hún sýndi kreppu sem að fæddist fyrir 15 eða 16 mánuðum. Vofan var komin þá af stað. Það lá fyrir út í Bandaríkjánum, þær upplýsingar höfðu hingað borist. Hið ódýra fjármagn sem að setti glýju í augun á mörgum, það var runnið til þurrðar. Þær lindir voru þornaðar og framundan var fjármagn mjög dýrt og fjárþurrð. Þess vegna segi ég hér að á sumarþingi gagnrýndum við að ekki væri gripið til aðstæðna og þegar heimskreppan var hafin þá gerðum við það hiklaust hér í þingsalnum í fyrrahaust. Við lögðum fram efnahagstillögur í mars, við lögðum fram efnahagstillögur og aðgerðir í júlí. Þannig að við vöruðum við og gerðum okkur grein fyrir því að heimurinn var í hættu. Ísland gat smátt og smátt lent inn í þessum hremmingum. Fjármálakreppan hlaut að skella á Íslandsströndum og nú hefur hún gert það og þess vegna er verkefnið hér aðeins eitt. Það er að lágmarka skaðann. Það er að kalla slökkviliðið út og björgunarsveitina eins og ég hvatti til í umræðunni í síðustu viku. Nú er þetta verkefni morgundagsins og vinna úr þeim mörgum erfiðleikum. Nú er að gera að slíðra sverð og sakast ekki hver við annan. Fortíðin geymir sinn vanda, hún geymir sín tækifæri sem að voru þá góð, hún geymir líka sín mistök. Þannig að það er eitthvað sem að verður síðar að fara yfir á síðari stigum og verður örugglega gert og er mikilvægur lærdómur. En aðalatriðið er að ganga til þessara verka sem að nú blasa við Alþingi, ríkisstjórn, atvinnulífi. Ég tala nú ekki fjölskyldunum á Íslandi og við höfum talað þjóðarsátt framsóknarmenn í heilt ár. Þjóðarsáttarborð þar sem að menn kæmu saman til þess að velta morgundeginum fyrir sér, til að velta því fyrir sér hvernig þeim gætu mætt þeim erfiðleikum sem voru svo augljósir. En hér er hvorki staður né stund til þess að tíunda það.
Við höfum fallist á það hér í dag, framsóknarmenn, að greiða fyrir þessari flýtimeðferð að þingið geti á sem skemmstum tíma útbúið þau tæki og tól sem þarf í björgunarbátinn til þess að sú sigling geti hafist til þess að ausa þjóðarskútuna. Og ég trúi því að við höfum manndóm og styrk til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar og komandi kynslóðir sitji hér áratugum saman í miklum vandamálum. Skylda morgundagsins er nákvæmlega það að koma í veg fyrir það að við sitjum hér undir ábyrgðum og vandamálum sem við ráðum ekki við nema í fátækt. Þá ráðum við ekki við það. Þess vegna skulum við horfa fram á veginn og við erum oft meistarar Íslendingar í að vinna okkur út úr kreppu og erfiðleikum. Þá höfum við styrk, við gleymum okkur oft í sólskini og góðæri. Það hefur því miður gerst hér. Og ég segi eins og hæstvirtur forsætisráðherra sagði, við eigum mikið til að dugnaði og mannauði. Við eigum bjartsýni Íslendingar og þess vegna er mikilvægt að virkja alla þessa orku til þess að vinna með okkur. Og ég segi að lokum, hæstvirtur forsætisráðherra, að því að þú minntist hér á sjómennskuna og brimið og skipin, gömlu sjómennirnir sögðu, Jehúfinn var sjór og þeir stóðu í vörinni, ýtum úr vör í drottins nafni. Nú skulum við standa saman og vinna saman, Íslendingar. Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón Arnar Kristjánsson. Hæstvirtur forseti, við stöndum öll frammi fyrir því í dag að takast á við það að lágmarka skaðann sem að íslensk þjóð getur orðið fyrir. Koma í veg fyrir það að hér verði uppi fjármálakrísa og tryggja það að fjölskyldurnar í landinu haldi eignum sínum eins og framast kostur, tryggja inneignir fólks, tryggja séreignarsparnaðinn fyrir fólkið í landinu og leggja fram varnir með þessu lagafrumvarpi sem hér hefur verið kynnt til þess að geta brugðist við. Nú er það svo, hæstvirtur forseti, að við í Frjálslynda flokknum höfum ekki átt neina aðild að ríkisstjórnum á undanförnum árum og við erum líka að upplifa það að vera kallaðir til eins og aðrir stjórnarandstöðuflokkar þegar að málin eru komin í óefni. Menn voru kallaðir hér til fyrir 9 dögum síðan, korter fyrir 12 á miðnætti, til að segja mönnum hvað þeir ætlaði að gera við Glitni banka þá. Það er nú ekkert endilega líkur á því að mál fari endilega kannski með þeim hætti sem þá var lagt upp með. Við erum kallaðir til í dag, stjórnarandstaðan, til að segja okkur hvað menn hafa verið að fjalla undanfarna daga. Og okkur er sýnd sú leið sem að ríkisstjórnin hyggst fara. Ég verð að segja það, hæstvirtur forseti, að ég hefði talið eðlilegt að menn hefði verið kallaðir fyrr til skrafs og ráðagerða þessi mál. Við hins vegar munum ekki leggja stein í götu þess máls sem hér er lagt fram varðandi málsmeðferð og framgang í þinginu. Við munum
greiða því atkvæði að þessi mál komi sem allra fyrst til nefndar og menn geti farið í gegnum rök með og móti í þeim lagagreinum sem hér er lagt upp með. Því að öll viljum við auðvitað lágmarka skaðann. Hins vegar er alveg hægt að segja það, hæstvirtur forseti, að það er afar sérstakt þegar svo alvarlegir tímar eru uppi sem hér birtast í dag með sérstöku ávarpi hæstvirts forsætisráðherra til þjóðarinnar, að menn skuli þá ekki leita þess sem ég vil leyfa mér að kalla raunverulegt samráð, líka við stjórnarandstöðuna, ekki aðeins að við séum kallaði til í lok verksins til þess að kynna okkur það sem að þá liggur á borðum. Ég held að hitt verklagi væri betra, hæstvirtur forseti. Við munum, eins og ég sagði áðan, greiða því atkvæði að þetta mál gangi til nefndar og verði hægt að vinna það hratt. Þetta eru jú neyðarlög sem hér er verið að leggja fram og hæstvirtur forsætisráðherra orðaði það svo að við verðum að takast á við efnahagslegar hamfarir í ávarpi sínu til þjóðarinnar. Það er auðvitað mikil vinna framundan þegar að búið er að afgreiða þessa lagasetningu og það er margt sem þarf að skoða og gaumgæfa. Og það er alveg ljóst að hluthafar í íslenska bankakerfinu gætu borið verulega skarðan hlut frá borði. Okkur ber að vernda hagsmuni landsmanna í heild og líta sérstaklega til þess að við förum ekki þannig frá þessu máli að þjóðin sitji uppi með verulegar skuldbindingar til langs tíma. Verulegar skuldbindingar sem hefðu getað haft veruleg áhrif á efnahag okkar til áratuga jafnvel, ef allt færi á versta veg. Og hér eru þetta þess að vera að bregðast við efnahagslegum hamförum og það er hægt að taka undir það að við erum að setja hér neyðarlög. Sem betur fer eigum við íbúðalánasjóð og væntanlega getum við nýtt okkur hann til þess að hjálpa skuldugum húsbyggindum, meðal annars við að yfirtaka lán inn á íbúðalánasjóðin frá bankakerfinu. Og vonandi tekst okkur að leysa hlutina þannig að íslenskar fjölskyldur standi sem best eftir þessar aðgerðir sem við hér erum að gera. Hæstvirtur forseti, hvaða afstöðu við tökum í Frjálslynda flokknum eftir að málið hefur komið út úr nefnd mun koma í ljós. Það þarf auðvitað að ræða margt í þessu máli. Þó að ríkisstjórnin hafi setið með þetta mál í einhverja daga, þá er það á það ekki við stjórnarandstöðuna. Og við munum auðvitað að sjálfsögðu spyrja spurninga og krefjast svara í meðferðum málsins í nefnd. En hitt er auðvitað alveg ljóst að við viljum öll leggjast á árar að lágmarka skaða íslenska þjóðfélagsins. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Forseti vill geta þess að nefndir fara þegar til starfa, viðskiptanefnd, svo og efnahags- og skattanefnd og félags- og trygginganefnd, en ég bið alþingismenn að vera viðbúna því að þingfundir hefjist að 9 síðar í dag. Skrá útbýtt þingskjöl liggur frammi. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Fundinum er slitið.